Ég hef verið beðinn aðeins að renna og gefa svona almennan ramma yfir stöðuna á þessum málum og aðkomu svona stjórnvalda í því sem að lítur að vernd og nýtingu þessarar mikilvægu auðlindar. Ég ætla að hafa þetta í svona þremur stuttum köflum. Það annars vegar fyrst aðeins yfirferði yfir þau lög og stjórnsýslulegar aðgerðir sem eru fyrir vatn og nýtingu, verndun og nýtingu vatns. Aðeins tölfræðilegar gögnum þetta mál og svo örstutt viðbútt svona það sem leiðir á borði okkar hjá Orkustofnun tengslum við vatn. Nú, gildi vatns öllum ljóst og málið að þetta hefur verið ljóst all lengi því að það þegar á þjóðveldisöld sem að ákvæði vatn, nýtingu og verndun vatns eru komin inn í lagaumhverfið og hefur verið þar statt síðan. Þar settur inn margvíslegur réttur til nýtingar. Þar eru ákvæði verndun vatns, að vatn skyldi eins og stendur renna svo að fornum sem hafa runnið. Þar tilgreindur réttur landeigenda til umferðar og veiða. Þessi ákvæði fylgdu sem sagt samræming á nýtingarrétti landeigenda en jafnframt takmörkun og réttur almennings. Og þessi ákvæði enn að finna í lagaumhverfinu í dag. Þetta eru greinar sem þegar eru í vatnalögunum sem eru stefna nú hraðbyrja á að vera 100 ára gömul að stofni til. Nú, ef við tökum þá þessi megin ákvæði vatn, þá það eins og ég tilgreindi áðan, það þessi vatnalög sem að gilda yfirborðsvatn, þar sem að raktar eru megin línurnar nýtingu auðlindarinnar, þar gefin forgangsröðin, þar kveðið á þennan almenna rétt. Og samkvæmt þeim það Orkustofnun sem veitir margvísleg leyfi, ég rek það aðeins á eftir. Í öðru lagi ætla ég að tilgreina þá þessu kölluðu auðlindalög, þar sem hvað vatn varðar fellur grunnvatn undir og reyndar rannsóknir vegna fyrirhugaðrar rafmagnsframleiðslu. Og með þessu vinnaði saman með vatnalögin og auðlindalögin, þannig taka bæði vatn og grunnvatn. Og áfram Orkustofnun leyfisveitandi og umsjónaraðili varðandi þau mál. Þá erum við kannski farin að nálgast örlítið það sem mál málanna í dag, því að neyslu vatn matvæli og það þarf meðhöndlunin að viðhalda þeim kröfum sem eru það. Og í þeim málum það heilbrigðisnefndir sveitarfélaga sem veita starfsleyfi nýtinguna á því. Þá rétt að tilgreina ákvæði nýjustu lögin þennan málaflokki, stjórn vatnamála, sem eru sett sem ákveðin rammi, þar sem verið að horfa á samræmingu og samvinnu þeirra aðila sem vatn höndla. Og með það megin markmiði að viðhalda gæðum vatna og vistkerfa vatns og að bæta það úr þar sem á skortir. Þar Umhverfisstofnun sem svona miðpunktur og vinnur síðan með öðrum aðilum lítið að þessu. Það má ekki gleyma heldur lögunum náttúruverndarlögunum, þar sem þessi beina friðlýsingarvernd og ákvæði umferð. Ég ætla líka að teka til skipulagslög sem kveða á að setja vatnsverndarsvæði á skipulag og þó að sé ekki beint varðandi nýtingur á vatninu, þá má þó ekki gleyma lögum hollustuhætti og mengunarvarnir sem þá verndurinn í hina áttina, það að segja að draga úr og vernda gegn losun í vatnið. Þannig að þetta svona þessi megin kafli, lagarammi sem og þessi stjórnsýslu stofnanir sem málið fjalla. Nú ef við lítum aðeins á það
mikið notum við að vatni, þá svona meðaltalið, við höfum ekki ennþá komið með tölurnar fyrir 2016, var þetta ekki 17 heldur, en að jafnaði rennslið ríflega 9.000 lítrar á sekúndu sem að nýtt af vatni. Þetta eitthvað samanlagt tæpar 300 milljónir tonna á ári eða eitthvað ríflega 800 lítrar á mann. Það sem kannski vekur athygli í þessum tölum að eitt stærsti notkunarflokkurinn fiskeldi, þar sem að geyfilega mikil vatnsrennsli í gegnum, og þá ég ekki að tala um fiskeldi í sjó. Almenningsveitur, vatnið okkar, síðan upphitað vatn fyrir hitaveitur, ansi ákveðin þáttur, þetta eins og það sem gert hér á Nesjavöllum, og svo aðrir liðir minna. Tölurnar vatnsnotkun, vatnsvinnslun á Íslandi, við sjáum þetta náttúrulega fylgir svolítið annars vegar mannfjölda, en það líka starfsemi þar sem að að ræða fiskeldi og tengda liði sem að mjög áberandi. En hvaðan kemur þetta vatn? Þetta í flestum tilfellum að grunni til sjálfrennandi grunnvatn frá lindarsvæðum, en með nýtingunni hefur þurft að kalla á dælingu, þannig að í stærstum hluta dælt grunnvatn, sem dökkbláu punktarnir hér á neðri myndinni. Síðan það ennþá á nokkrum stöðum nýtt yfirborðsvatn til sem neysluvatn, og þar þá mikilvægt að fylgjast með, því að þar geta komið ýmislegir gerlar og önnur óæskileg efni fylgja því. Á skipulagi síðan tilgreind vatnsverndarsvæði. Hér rétt að hafa í huga að það ekki búið að skilgreina vatnsverndarsvæði fyrir öll vatnsból sem nýtt eru. Það hefur valdið ákveðnum, ég má segja, óvissu, að aðferðafræðin ólík á milli sveitarfélaga, þannig að það ekki samræmd leið til þess hversu stórt vatnsverndarsvæðið eigi að vera og hvaða forsendur á bak við það. Og það getur verið að þarna sé efni fyrir stjórnvöld að grípa inn í og veita einhver viðmið. Orkustofnun síðan með svokallaða borholuskrá, og á henni eiga að vera skráðar allar vatnstökuholur, en við vitum að því einhver misbrestur á. Nú, hvað gerir Orkustofnun innan þessa ferlis? Eins og ég rækti áðan, þá þarna leyfisveitingarnar samkvæmt vatnalögum, og það þessa þætti sem við kannski rákum þegar frá 13. öld, ef að áformað að breyta vatnsfarvegi, vatnsbotni, veita vatni yfir á lönd annarra, ef áformað að skilja vatnsréttindi frá landareign og fleiri aðgerðir sem að tengjast þessum vatnsfarveginu, þá það Orkustofnun sem þarf að veita leyfi fyrir því. Sömuleiðis rannsóknar og nýtingarleyfi á grunnvatni háð leyfi stofnunarinnar, þó að þetta sé kannski minni inn í þessari sem við höfum verið að ræða hér í dag, að þá virkjunarleyfi vatnsaflsvirkjana náttúrulega notkun á vatni, þannig að við tilgreinum þau með. Og síðan Orkustofnun að safna gögnum orkulindir, auðlindir þar með vatn, og hlutverk okkar síðan að miðla þessum upplýsingum til stjórnvalda og til almennings. Og ég ætlaði bara að benda á heimasíðu stofnunarinnar bara strax á forsíðunni linkar inn á nokkrar af þessum upplýsingaveitum sem að þarna að geta. Verið að vinna að endurskoðun kortavefsjárinnar
og hún komin í gagn og það verið að bæta inn áfram einhver af henni og það kannski eins og við sjáum hér tekið af með vatnsverndarsvæði og borholur bara með köldu vatni, sleppti jarðhitaholunum og á þessu í gegnum þessa miðlun þá hægt að fá nánar upplýsingar þessar holur. Ég fann til dæmis þá holu sem var næst okkur hér og fannst það vera algjört skemmtilegt að það eiginlega ein af, þú veit hvað árið aftur, það hérna 1905 holu hér í Hlíðarenda, það var Vastöku holu. Þannig að hér að fá ýmsar upplýsingar það borholur sem að eru. Og ég ætla bara að láta þetta dugi sem inngangserindi og takk fyrir.